Húsavík, þetta stórmerkilegu staður. Hvað geturðu sagt mér bæinn svona ef þú stiklar á stóru og sögu hans? Já, ég get auðvitað sagt margt og mikið þennan frábæra bæ sem að Húsavík og nú fyrsti landnámsmaðurinn, hann kom hér, Garðar Svavarsson, og hann hér minnismerki. Já. Og síðan þróast þetta bara úr því að vera lítið sjávarþorp og nokkrir svona þurrabúðarmenn og slíkt sem syntu skepnum og höfðu þær sér og sínum til gagns og var nauðsynlegt. Og síðan, ef við fer svona bara í stórum dráttum, þá verður hér skýtur samvinnuhreyfingin verulega öflugum rótum hérna þó að það sé því miður ekki lengur til sem var kaupfélag Þingeyinga eða KFOD. En Húsavík ber þess merki að þetta í rauninni blómlegur staður og góður. Hér gríðarlega öflugt atvinnulíf núna og ég get ekki látið hjá líða að nefna núna framkvæmdirnar á Bakka. Eins og þú sjálfsagt hefur heyrt þá hefur gekk mikið á í kringum það. Nú það orðið að veruleika. Og eins og þýski framkvæmdastjórinn sagði hérna á fundi og ég heyrði hann segja það no way back. No way back. Já. Ekki úr þessu. Nei. Þið búið að því að hér mikið af atorkusömu fólki sem hefur gert upp rosalega mikið af húsum hérna og mörg falleg gömul hús hérna í bænum sem búið að lappa upp á og líta ofsalega vel út. Já. En hér líka mörg hús sem eiga sér merkilega sögu og mér skilst að þú þekkir þessa sögu. Já. Kannski betur en margir. Já, ég veit það svo sem ekki en það margir sem þekkja hann eitthvað en við erum stödd bara hérna núna einmitt við eitt slíkt hús sem að geymir merka sögu hjartagott og hlýtt fólk sem hafði áræði og dugnað og vilja til þess að komast áfram og láta gott af sér leiða. Og það Vallholt hérna fyrir eftir okkur? Það Vallholt sem að hér og hér voru þekktar persónur sem að hérna komu hér við sögu. Þetta var byggt 1902 til 3 og þetta voru hjónin María Guðmundsdóttir og Bjarni Bjarnason, sölustjóri KFOD. Ná. Jáhá, hún María blessunin, hún rak þarna sjúkraskýli alllengi, fyrst ein. Og síðan í samfélagi við tengdason sinn og dóttur. Veistu hvort að þetta fyrsta sjúkrabyggingin eða starfsemin hérna? Já, ég held ég leyfi mér að fullyrða það. Ef það ekki rétt hjá mér þá verður sjálf sett ofan í við mig. Já. En ég held að það sé rétt en það var þarna brauðgerð. Já. Og það var þarna hænsnabú. Einmitt. Og þetta ráku þau hjónin allt saman? Já, og hérna íbúar í þorpinu fengu þá mjólk og þau hefðu að góðu að ganga þarna. Þetta var hjálpsamt og hjartahlýtt fólk sem þarna var og bjó. Þú hefur verið að fara með ferðamenn í svona sögugöngu bæinn. Ertu til í að ganga með mér hérna og sýna mér allavega eitt hús í viðbót? Já. Hvert förum við næst? Já, við skulum bara ganga hérna á stað. Já. Hérna förum hérna í áttina að þessu húsaröð sem þetta heitir Skálabrekka. Skálabrekka? Já. Þangað förum við. Og þarna mikið orðið af nýjum húsum. Þarna voru gömul hús og fólkið sem þarna bjó eða yngri kynslóðum þegar ég var að alast upp hér, þá var nú eiginlega eilíft stríð á milli okkar og þessara þarna upp í brekkunni sko. Þetta var brekkusnigla. Hér nú eitt alveg æðislega fallegt hús. Já, þetta Árholt. Árholt. Þetta hús með svo stóra sál að hún kemst ekki fyrir inn í húsinu. Dreifir sér í garðinn. Og þetta byggt 1889 til 91, eða þú getur séð hérna. 91, já. Það tók langan tíma að byggja þetta því að það var afar slæmt tíðarfar og hann skráði hjá sér hvernig tíðarfarið var frá degi til dags og stundum var snjólegt úti og hérna fjúk úti og þetta var bara seinnipartinn í ágúst sem var hérna vest. Það var náttúrulega húsið á því stigi að það þurfti að fara að klára það til þess að fólki geti flutt inn og
þetta hús þannig að fólk sem kemur hérna til Húsavíkur, það vill gjarnan sko fá að líta þetta hús. Já. Því það var svo hagkvæmnislega byggt líka og nýtt hver einasti sentimeter og fólki var alltaf að búa í haginn að þetta væri sko sem best híbýli og nýttist sem best og allt það. Og það stendur nánast inn í skrúðgarðinum. Já, já, og þú getur rétt ímyndaðir hvað það gott fyrir sálina að standa við glugga hinum við húsið og hlusta á árniðinn og fuglarna syngja á stíflunni sem við köllum svo hérna. Ef maður getur ekki hlaðið batteríin við eitthvað svona, þá illa komið fyrir mann. Þá þið bara ónýtt. Já, þá þið ónýtt, þá fara þau í endurvinnslu. Já, hvaða hús ætlar að sýna með næst? Já, eða svæði? Já, við getum bara labbað hérna örlítið í áttina að byggðahverfi á Húsavík okkar sem að kallast Rauðatorg. Rauðatorg? Af hverju í óskopunum? Já, það nefnilega, það eiginlega kannski svolítil saga bak við það, þó hún frekar stutt. Hér bjó fólk sem að var mikið í verkalýðsbaráttu og hérna framámenn í stjórnmálum líka og var svona, ég ekki að segja að það hafi kannski trúað á Rauðatorgið í Austur-Rússjá, alls ekki, en það var mjög vinstri sinnað. Þetta var fólk sem beitti sig mikið í verkalýðsmálum og bæjarmálum. Og þetta eru verkamannabústaðir hérna? Já, þetta eru verkamannabústaðir allt saman. Náttúrulega búið að gera heilmikið fyrir þetta eins og náttúrulega gefur að skilja. Og þetta leysti húsnæðisvanda fjölda fólks sem að hérna fékk inn í öllum þessum húsum. Brávellir, iðavellir, sólvellir. Þetta voru allt saman verkamannabústaðir síðan auðvitað búið að breyta þessu margvíslega mót að byggja við og allt það. Já, við gætum örugglega gengið hérna bæinn í allan dag, heldur það ekki? Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna ég vona það að þið hafið haft af þessu einhverju ánægju og einhvern fróðleik og þetta blómlegur bær og hér gott mannlíf. Menningin blómstrar hér og bara mannlífið í sinni ágætustu mynd. Það bara þannig. Þetta búið að vera stórskemmtilegt. Takk hérlega fyrir þessa sögugöngu. Já, sömuleiðis bara og takk fyrir komuna hérna og ég held að Húsavík fái einhverja punkt á tóti, ég treysti því bara. Aldeilis. Já.